Kæru vinir, gleðilegt nýtt ár og takk fyrir allar góðar stundir á árinu sem var að líða. Mikið er gott að vera með ykkur héðan úr Keflavíkur kirkju. Við hér og söngfólkið okkar allt og þið heima. Við ætlum að eiga hér saman góða stund með góðum orðum og fallegum tónum. Kjartan Már Kjartansson, bæjarstjóri hér í Reykjanesbæ, ætlar að flytja okkur hugvekju. Kór Keflavíkur kirkju og Vox Felix, ungmennakór safnaðana hér á Suðurnesjum að Grindavík undanskilinni, munu flytja okkur fallega sálma og ljúfa tóna undir stjórn Arnórs Vilbergssonar organista. Við hlökkum til að eiga þessa stund með ykkur. Njótið, kæru vinir. Og við skulum hefja stundina á hefðbundinn hátt með því að taka okkur frá í Kristi og signa okkur. Og segjum þá saman í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Við skulum biðja saman. Heilagi Faðir, við þökkum þér fyrir árið sem er að líða. Þökkum þér fyrir allt sem þú hefur gefið okkur og fólkin okkar og biðjum velfarnað og blessun á nýju ári til allrar heimsbyggðarinnar og til allra sem hér eru með okkur í dag. Blessaðu okkur, fjölskyldur okkar, vini og aðstandendur. Í Jesú heilaga nafni. Amen. Oh
Drottinn sé með yður. Og með þínum anda. Góði Guð eilífi Faðir, þú sem gafst okkur einkason þinn, að frelsara og bauðst að hann skyldi heita Jesús. Veittu okkur að náð þinn að við sem tignum heilagt nafn hans á jörðu, fáum hann sjálfan að sjá og tilbiðja himnum. Því að hann lifir og ríkir með þér í einingu heilags anda, eitt sannur Guð aldir alda. Amen. Fyrir ritningarlestur nýársdags lexían stendur rituð í Davíðssálmi 90. Þar segir: Drottinn, þú hefur verið okkur athvarf frá kyni til kyns. Áður en fjöllin fæddust og jörðin og heimurinn urðu til. Frá eilíf til eilífðar ert þú á Guð. Þú lætur manninn hverfa aftur til dufsins og segir: Hverfið aftur þér mannanna börn, því að 1000 ár eru þínum augum sem dagurinn í gær, þegar hann liðinn. Já, eins og nætur vaka. Kenna oss að telja daga vora, að vér megum öðlast viturt hjarta. Þannig hljóðar hið heilaga orð, Guði sé þakkargjörð. Seinni lestur dagsins kemur úr bréfi Páls postula til Galatamanna og hljómar svo. Áður en þessi leið var fær, voru við innilokuð í gæslu lögmálsins, þangað til trúin sem í vændum var opinberaðist. Þannig hefur lögmálið orðið tiftari okkar, þangað til Kristur kom til þess að við réttlættumst af trú. En nú, eftir að trúin komin, erum við ekki lengur undir tiftara. Með því að trú á Jesú Krist eru þið öll Guðs börn, þið öll sem eru skírð til samfélags við Krist, hafið íklæðst Kristi. Hér hvorki gyðingur, né annarar þjóðar maður, þræll né frjáls maður, karl né kona. Þið eruð öll eitt í Kristi Jesú. Ef þið eruð í samfélagi við Krist, þá eruð þið niðjar Abrahams og erfið það sem honum var heitið. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Dýrð sé þér Drottinn. Hlýðum á heilagt Guðspjall, Guðspjallamannsins Lúkasar, sem hljómar svo í Drottins nafni. Þegar 8 dagar voru liðnir, skyldi umskera hann, og var hann látinn heita Jesús, eins og engillinn nefndi hann, áður en hann var getinn í móðurlífi. Þannig hljómar hið heilaga Guðspjall. Lof sé þér Kristur.
ágætu íbúar Reykjanesbæjar og aðrir tilherendur. Gleðilegt nýtt ár og bestu þakkir fyrir árið sem var að líða. Enn á ný stöndum við á krossgötum áramótanna og horfum bæði tilbaka sem og fram á veginn. Reynum að læra því sem liðið til að gera betur í því sem koma skal. Ég vil nota þetta tækifæri fyrir hönd bæjarstjórnar Reykjanesbæjar og þakka öllum sem hafa og eru að leggja hönd á plóg á fjölmörgum vígstöðum í samfélaginu okkar, svo okkur megi lánast að komast sem best í gegnum þær náttúruhamfarir sem heimsfaraldur COVID-19 í raun og veru er. Heilbrigðisstarfsfólk, lögregla, sjúkraflutningamenn, björgunarsveitir, Rauði krossinn, starfsfólk í margvíslegum framlínustörfum, í skólum, umönnunarstörfum við aldraða og fatlaða og þjónustu við þá sem þurfa margvíslega aðstoð, fá þakkir frá okkar dýpstu hjartarótum. Það viðbúið að samfélag víða heim, þar á meðal á Íslandi, eigi eftir að glíma við heimsfaraldurinn í einhver misseri í viðbót og því mikilvægt að við gefumst hvorki upp né gefum eftir í ýtrustu sóttvörnum og varúðarráðstöfunum. Við Suðurnesjamenn höfum borið gæfu til að standa saman og hingað til náð góðum árangri í baráttu við veiruna og skulum og ætlum að gera það áfram. Atvinnuleysi hér í sögulegum hæðum í okkar landshluta og þótt gripið hafi verið til margvíslegra aðgerða ekkert sem kemur í staðinn fyrir áhugaverð, góð og vellaunuð störf þar sem fólk fær notið sín og skapa margvísleg verðmæti fyrir sig og sína. Að því stefnum við auðvitað en gerum okkur grein fyrir því að vegna hlutfallslegra stærðar alþjóðaflugvallarins í Keflavík gæti tekið lengri tíma að ná atvinnuleysinu niður. Þangað til þarf margþætt velferðarkerfi ríkis og sveitarfélaga að grípa þá sem ekki ná að fóta sig né ná endum saman. En með tilkomu bóluefnis hafa vonir vaknað skjótari viðsnúning sem við treystum á að verði veruleikinn og mikilvægt fyrir okkur að missa ekki trú og von betri tíð og bættan hag með hækkandi sól. Reykjanesbær fylgir stefnumörkun sveitarfélagsins til ársins 2030 sem tengd við innleiðingu heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna. Þar segir í framtíðarsýn að Reykjanesbær verði fjölskylduvænn bær sem þroskar og nærir hæfileika allra í gegnum öflugt skóla, íþrótta og menningarstarf og að íbúar sinni fjölbreyttum störfum í vistvænu fjölmenningarsamfélagi sem einkennist af virðingu, eldmóði og framsækni. En hvað þýðir þetta í raun og veru? Hvað þarf að vera til staðar til að Reykjanesbær teljist fjölskylduvænn bær? Hvaða innviði og þekkingu þurfa stofnanir og félagasamtök að hafa yfir að ráða svo að allir geti notið góðrar grunnmenntunar og þroskað hæfileika sína með þátttöku í íþróttum, fjölbreyttu tómstundastarfi og menningu? Hvað þarf til að auka fjölbreytni í atvinnulífi? Hvers konar menntun og þekkingu þurfa íbúar og frumkvöðlar að hafa yfir að ráða til að hér megi vaksa og þroskast ný og fjölbreytt starfsemi vel rekinna fyrirtækja? Þetta eru spurningar sem bæjaryfirvöld og við öll þurfum að leita svara við og taka svo höndum saman að færa til betri vegar. En hvað þýðir vistvænt fjölmenningarsamfélag? Samkvæmt íslenskri nútímamáls orðabók Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum þýðir vistvænt sá sem ekki mengar eða spillir náttúru eða lífríki og telst því umhverfisvænn. Samkvæmt sömu orðabók fjölmenningarsamfélag skilgreint sem samfélag fólks með margvíslegan menningarlegan bakgrunn. Sú skilgreining á vel við í okkar samfélagi, þar sem fjórðungur íbúa 5.000 manns með erlent ríkisfang og koma frá rúmlega 90 löndum. Meirihluti þeirra kemur samt frá einu og sama landinu, Póllandi. Slíkt samfélag býr við mikinn fjölbreytileika ekki bara í þjóðerni íbúa heldur líka í trúarbrögðum, litarhætti, reynslu, lífsskoðunum og svo mætti lengi telja. Þess vegna hefur stefnumörkuninni verið gefið yfirheitið í krafti fjölbreytileikans. Auk framtíðarsýnarinnar sem hér var skýrð samanstendur stefnumörkun Reykjanesbæjar til ársins 2030 í krafti fjölbreytileikans saman af 3 gildum og 6 megin áherslum. Gildin eru virðing, eldmóður og framsækni og megin áherslurnar 6 eru í fyrsta lagi
börnin í fyrsta sæti, annað, vellíðan íbúa, í þriðja lagi vistvænt samfélag, fjórða fjölbreytt störf, 5 skilvirk þjónusta og 7. kraftur fjölbreytileikans. Innan hverrar áherslu eru svo skilgreindar margvíslegar aðgerðir sem ætlað er að styðja við aðalmarkmiðin okkar gangi eftir. Fyrsta aðgerðin sem ég vil nefna er innleiðing barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Það er verkefni sem hófst í haust í samvinnu við félagsmálaráðuneyti og áætlað er að taki 2 ár og styðji við megin áhersluna börnin í fyrsta sæti. Önnur aðgerð tengist megin áherslunni vellíðan íbúa og felur í sér áframhaldandi stuðning við fjölþætta heilsueflingu 65 ára og eldri sem leidd er af Dr. Janusi Guðlaugssyni. Það verkefni hefur svo sannarlega slegið í gegn og fært okkur heim sanninum að það er aldrei of seint að hefja líkamsrækt. Það þriðja sem ég vil nefna er aðgerð sem tengist megin áherslunni skilvirk þjónusta, þar sem leita verður margvíslegra leiða, svo sem aukinna sjálfvirkni og rafrænna lausna til að leysa sem flest mál og fyrirspurnir sem íbúar koma með til Reykjanesbæjar í fyrstu snertingu eins og það er orðað. Fjölmörg önnur verkefni og framkvæmdir eru í vinnslu víðsvegar hjá stofnunum og sviðum Reykjanesbæjar sem vert væri að nefna en ég ætla að láta bíða betri tíma. Ágætu tilheyrendur. Það var stórhuga fólk sem lagði grunn að byggingu Keflavíkurkirkju fyrir rúmum 100 árum. Á þeim tíma rúmaði kirkjan alla bæjarbúa og rúmlega það. Íbúar og sóknarbörn hafa notið þessa stórhugar æ síðan, en á heimasíðu kirkjunnar segir meðal annars: kirkja var byggð í Keflavík rétt fyrir aldamótin 1900. Timburkirkja sem fauk áður en smíði hennar var fullokið skömmu eftir aldamótin. Sá atburður setti söfnuðinn í mikinn vanda þar sem talsverð skuld var á byggingunni og erfitt reyndist að hefja byggingu nýrrar kirkju með skuldina á bakinu. Ólafur Á. Ólafsen, annar eigandi HP Dús, sýndi þá þann rausnarskap að bjóðast til að greiða skuld kirkjunar að hluta og hann ásamt systrum sínum lögðu einnig umtalsvert fé í byggingarsjóð nýrrar kirkju sem var svo vígð þann 14. febrúar 1915. Þann 1. júní árið 2000 blessaði svo séra Karl Sigurbjörnsson, þá biskup Íslands, safnaðarheimili okkar Kirkjulund og vígði leið nýja kapellu vonarinnar og árið 2012 var ráðist í endurbætur á kirkjuskipinu. Meðal annars var gamla predikunarstólnum og grátunum komið fyrir að nýju í kirkjunni, en þau höfðu verið fjarlægð á sínum tíma. Á nýliðnu ári var svo framkvæmdum á sönglótti kirkjunar og endursmíði orgelsins lokið. Enn á ný hafa slíkar framkvæmdir notið stuðnings og velvilja nær samfélagsins og fjölmargir lagt og aflað fjár í orgelsjóðin. Fyrir allt þetta vil ég þakka. En það má þakka fyrir fjölmargt fleira. Í kjölfar mikils atvinnuleysis í Reykjanesbæ og á Suðurnesjum hafa aðstæður mjög margra breyst til hins verra. Margir einstaklingar og fjölskyldur búa við erfiðar aðstæður og líða skort. Fjölmörg fyrirtæki og félagasamtök, stór og smá, hafa lagt sín lóð á vogarskálarnar með margvíslegum hætti. Þannig birtist mikil og góð samstaða enn og aftur í okkar samfélagi á erfiðum tímum. Öflug fyrirtæki hér á svæðinu og utan að landi eins og Netto og Kaupfélag Skagafjarðar leggja sitt svo sannarlega mörkum til velferðarsjóðs kirkjunar og fjölskylduhjálparinnar. Mér fannst hún Þórunn Þórisdóttir, starfsmaður Keflavíkurkirkju, orða þetta vel þegar hún sagði: Kjartan, við búum í einstöku samfélagi. Það vilja allir leggja sitt af mörkum. Við alla þessa aðila segi ég: bestu þakkir til ykkar allra. Kæru vinir, þrátt fyrir COVID-19 og margvíslega aðra erfiðleika hér á landi höfum við það betra en stór hluti fólks víða veröld. Þegar maður setur hlutin í þetta samhengi er maður gjarnan sagður vera eins og Pollyanna sem reyndi alltaf að sjá björtu hliðarnar á málum. Það eru jú alltaf 2 hliðar á öllum málum, ekki satt. Það er vísindalega sannað að það er auðveldara og tekur minni orku að vera jákvæður og í góðu skapi. Ef okkur tekst að stilla og kyrra hugan og temja okkur jákvætt viðhorf vegnar okkur betur. Ég vil því hvetja okkur öll til þess að hugsa frekar það sem er jákvætt og gott
en forðast neikvæðar hugsanir og vangaveltur. Við þurfum öll sem eitt að leyfa kærleik og samstöðu að leiða okkur inn í nýtt ár 2021. Þá líka líklegra að árið sem nú að hefjast verði okkur gott. Hljótum hefði í bæn. Algóði Guð, þú sem hefur gefið okkur atkvæði í kirkju þinni, við biðjum það varðveita okkur og styrkja í sannri trú, svo að við í orði og verki vöxum þitt heilaga nafn. Við biðjum það varðveita og blessa þjóðin okkar, vaka við forseta okkar, ríkisstjórn, alþingi og dómstólu. Við biðjum þig, góði Guð, að veita öllum þeim sem hafa forystu í málum okkar, vitsmuni og drengskap, og lát ráð þeirra og gjörði verða þjóðin okkar til heilla, samkvæmt þínum helga vilja. Heilagi Faðir, við fögnum þér. Þökkum fyrir að þú varst barn meðal okkar, fyrir okkur. Við biðjum þig að kenna okkur að lifa kærleiksríku lífi og að trúa því að við erum elskuð og megum elska. Við biðjum þig að blessa þau sem líða, eru sjúk og aðþrengd yfir hátíðarinnar. Algóði Guð, við biðjum það að vera með okkur, fjölskyldum okkar, með þú blessa hinn fátæku, kúuðu og rétta hlut þeirra. Biðjum það að kenna okkur ábyrgð í verki. Biðjum það að gefa okkur frið á jörðu. Biðjum þig fyrir náttúrunni og umhverfinu, að við megum umgangast þína sköpun þannig að hún verði ekki fyrir tjóni. Við skulum fela allar bænir okkar í bæninu sem að Jesú kenndi okkur og biðja saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum.
Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Þökkum Drottni og vexum hann. Drottni sé vexend og þakkar gjörð. Drottin blessi þig og varveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsið þig og sé þér náðugur. Drottin upplifti sínu augliti við þig, gefið þér sinn frið. Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen.